Já, komið sæl og verið velkomin á 5. fund hjá íbúaráði Miðborgar og Hlíða. Fundurinn fer fram að þessu sinni hér í húsnæði borgarinnar Tjarnargötu, þar sem við sitjum 3 og aðrir fulltrúar tengjast fundinum í gegnum fjarfundabúnað. Og fundinum streymt á síðu Reykjavíkurborgar. Þar til, og allur fundurinn opinn þar til kemur að lokum lið í endan, þar sem farið verður yfir styrkumsóknir, en þá lýkur svona formlegu opnu streymi. En mér langar að bjóða bara þá sem á að heyra og eru gestir á fundinum, bjóða ykkur hjartanlega velkomin. Allir fundir íbúaráðsins eru opnir, þannig að fólk getur alltaf komið og tekið þátt í fundunum, en þar sem aðstæður eru þannig að ekki er hægt að halda stóra fundi í bili, þá er þetta lausnin sem við höfum, það er að hafa fundin opinn á netinu. Á meðan á fundi stendur þá er íbúum velkomið að senda fyrirspurnir á netfang íbúaráðsins, sem er íbúaráð, íbúaráð.midborg.org.hlíðar í einu orði @reykjavik.is og sjálfsögðu þessar upplýsingar líka á svæði íbúaráðsins á heimasíðu Reykjavíkurborgar á reykjavik.is. En í upphafi fundar þá ætla aðmenn í ráðinu að kynna sig og ég ætla bara örstutt að byrja. Ég heiti Margrét Nordal og er formaður íbúaráðs Miðborgar og Hlíða. Ég fulltrúi Samfylkingar í ráðinu og ég er íbúi í Norðurmýrinni og ég sit hérna í Tjarnargötu. Jón, má bjóða þér vera næstur? Já, með Jón Magnússon. Ég er, hvað heitir þetta? Slembivalinn. Slembivalinn, sláttarkvæmt eða skipt. Slembivalinn fulltrúi. Já. Og Heimir. Heimir heiti ég, starfsmaður íbúaráða. Og bara Benóný, þú ert á skjánum, þannig að þú kynna þig. Það er að kveikja á hljóðunum. Ég heiti Benóný Ægisson og er formaður íbúasamtaka Miðborgar. Takk. Og Diljá? Ég heiti Diljá Ámundadóttir og er fulltrúi Viðreisnar í borgarstjórn og í þessu ráði hér. Takk. Og Örn? Örn Þórðarson, fulltrúi minnihlutans eða samtagaflokks í íbúaráði og bý í Hlíðunum. Takk. Og Kristín Valin? Kristín Erlendsdóttir og fyrir hönd foreldrafélaga. Takk, Kristín. Og ég sé að viðstaddur einnig Sigþóra Erla Arnardóttir sem er yfir þjónustumiðstöð Vesturbæjar Miðborgar og Hlíðar. Þannig að við hefjum þá fundinn. Sæl, Sigþóra. Komið sæl. Þá er fyrsti liður á dagskrá hjá okkur. Það er bréf skrifstofu borgarstjórnar, dagsetning 29. apríl 2020 heimildir til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélagi notkun fjarfundabúnaðar. Og það er lagt hér fram. Er einhver sem taka til máls undir þessum lið? Nei. Þetta er að sjálfsögðu opið, þessi fylgigögn eru opið með fundardagskrá á reykjavik.is og við höfum farið hér yfir verklagsreglur fulltrúar á fundinum og bara ítreka það að þeir sem horfa heiman frá sér og vilja koma að spurningu, þeir geta sendt okkur línu í gegnum netfang íbúaráðsins. Þá komum við lið 2 sem er Sumarborgin 2020. Tillaga borgarstjóra eflingu hverfisamda mannlífs og menningar í hverfum borgarinnar sumarið 2020 sem er lagt hér fram og ég ætla að opna skjalið en það er lagt til að borgarar samþykkja veita íbúaráði borgarinnar alls 30 milljónir til að úthluta til verkefna sem hafa það að markmið að efla hverfisamda mannlíf og menningu sumarið 2020. Það hefur nú verið auglýst eftir verkefnum og viðburðum sem eru ætlað að stuðla að auknu mannlífi, menningu, félagsauð og lífsgæði í hverfunum í sumar.
Og þetta sem sú upphæð sem íbúðaráðið hefur til úthlutunar íbúðaráð miðborgar og Hlíða 4,1 milljónir og styrkir, það má sækja allt frá 50.000 til 500.000 og ég deildi þessu á síðu íbúðaráðsins á Facebook, íbúðaráð miðborgar og Hlíða og búin að vera að deila þessu víða og hvet ykkur sem leiðist, bara sem ráðið allt og ykkur sem kunni vera að hlusta eða horfa til þess að deila þessu líka og endilega deila þessu til dæmis til krakkana sem ekki á Facebook og kannski ekki að sjá þetta sjálf, að reyna að miðla þessu til þeirra og við skulum bara reyna að hafa dúndurstuð í hverfum í sumar en hefur vill einhver taka til máls undir þessum lið. Nei. Þá bara hvet ég ykkur til þess að skoða þetta nánar á síðu Reykjavíkurborgar. Þið getið farið líka inn á Facebook síðu íbúðaráðs miðborgar og Hlíða og fundið upplýsingarnar þar. En mér finnst þetta fagnaðarefni og hlakka mikið til að sjá hugmyndir frá íbúum sem kunna að koma fram. Þá vindum við okkur í lið 3 sem útskrift úr gerðabók skipulagsfulltrúa 27. mars 2020 varðandi tillögu algilda hönnun í deiliskipulagi og ef við opnum fylgiskjalið sem opið, það snýr á hlið þannig að það hægt að snúa því þannig að maður sjáu. Við sendum íbúðaráðið erindi tillögu frá fund okkar í lok janúar algilda hönnun í öllu deiliskipulagi borgarinnar og var erindinu vísað til umsagnar verkefnisstjóra og skrifstofu sviðsstjóra og lagt hér fram að nýju og tillagan, bara svo ég fari yfir það, svohljóðandi: íbúðaráð miðborgar og Hlíða óskar eftir því við umhverfis- og skipulagssvið og umhverfis- og skipulagsráð að í öllu deiliskipulagi sé liður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé sérstaklega tekið fyrir. Ef umhverfi aðgengilegt, nothæft, þægilegt og ánægjulegt í notkun þá græða öll. Þetta ekki sérstök krafa sem gagnast eingöngu minnihlutahópi í samfélaginu. Þetta grundvallar eiginleiki góðrar hönnunar á ytra og innra umhverfi. Þetta tillagan sem fór frá okkur til umsagnar sem við óskum eftir að yrði komið í gagnið og við fengum ítarlegt og gott svar sem mér finnst bara vert að þakka fyrir. Þar sem stiklað stóru að í skipulagsreglugerð og byggingarreglugerð og öðru slíku þar kveðið á að það eigi að vera aðgengi fyrir alla og í rauninni við höfðum hugmyndafræðin algilda hönnun. Þar sem bara áður en ég gef orðið til ykkar þá langar mig að segja að mér finnst þetta gott svar og mér finnst margt hafa batnað á undanförnum árum þegar kemur að aðgengismálum en það samt sem áður, það kemur samt fyrir og hefur komið fyrir í bara nýlega til að mynda í hönnun á svæðinu við Kjarvalsstaði þar sem var ekki gert ráð fyrir að notendur hjólastóla kæmust beint frá planinu og niður á stöplana án þess að fara stóran hring og koma að torginu frá göngustígnum leiksvæðismegin á Klambartúrnu svo ég nefni bara eitt skýrt dæmi og þannig að ég tel að það sé mikill akkur í því að taka þetta út fyrir sviga og hafa sér lið þetta þar sem bara hreinlega öll þessi atriði tínd til þegar það verða að skipuleggja ný svæði eða að laga eitthvað sem fyrir þannig að það hjálpar okkur öllum bara að vinna eftir þessari hugmyndafræði og muna eftir þessu af því að mistökin gerast af því að þetta kannski ekki, okkur ekki tamt að hafa þetta alltaf í forgrunni þegar við erum að hanna ný rými. Þannig að ég með svona tillögu að bara smá bókun sem ég get kannski farið yfir eftir þegar við erum búin að ræða þetta. Þannig að gjörið svo vel, ég ætla að gá hvort einhver búin að biðja orðið, einhver sem myndi vilja biðja orðið undir þessum lið eða bæta einhverju við hér.
Já, ég get svo sem alveg bætti við að velferðarráð vel upplýst þetta og heldur þessu vel til haga og það sérstakt ekki ferlinefnd á vegum velferðarráðs sem að fer yfir þessi mál en góð vísa aldrei of oft kveðin, þannig að þetta bara fínt að koma með þetta héðan og þá verðum við að horfa kannski á okkar nærumhverfi og þetta kannski sérstakt viðfangsefni fyrir í miðborginni þar sem mikið eldri húsum og annað, þannig að það bara ágætt að hafa þetta í huga og bara styð það við leggjum þessa bók. Já, ég ætla þá bara að koma með smá tillögu að bókun og þegar ég endilega bæta við hana að gera athugasemdir við hana. Ég les hana þá upp. Íbúar á miðborgar og Hlíðar þakka fyrir greinargott svar. Það hefur margt batnað þegar kemur aðgengismálum undanfarin ár og meðvitund aukist algilda hönnun mannverkja og umhverfis og Hlemsvað einmitt gott dæmi framkvæmd þar sem hugað aðgengi fyrir öll. Ástæðan fyrir þessari tillögu svo að því miður eru nýleg dæmi mannvirkja hönnun í hverfunum okkar þar sem ekki hugað aðgengi. Nærtækasta dæmi eru Stallavik Kjarvalsstaði þar sem ekki gert ráð fyrir því að notendur hjólastóla komist úr porti Kjarvalsstaði og inn á stallan eða torgi fyrir neðan. Og við teljum að það myndi hjálpa að hafa sérlið í skipulagstillögum þar sem dregið fram akkúrat það sem talið upp í svarinu að eigi að vera. Og það ekkert af því að vera bæði með belti og axlabönd þegar kemur að því að tryggja aðgengi fyrir öll og gera fólki auðveldara að fylgja því eftir með að draga það fram með þessum hætti. Þetta sem sagt tillaga að bókun og að sjálfsögðu mætti kveða fastar á orði en hvað segir þér þessu? Diljá. Ég var með þetta bara auðvitað skýr og góð bókun. Ég var að spá í hvort við ættum að fletta upp, ég geti gert það bara núna, klausu úr mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, af því þetta þarf í rauninni líka að kallast á við hana til að staðfastara að sem sagt það verður að vinna samkvæmt henni í öllum verkum borgar. Já. Þannig að ef þú vilt þá get ég flett upp klausunni til þess að vísa í hana. Já, það ekki bara upplagt? Jú, ég gera þetta núna. Já, þetta í sjálfsögðu bara algjörlega í samræmi við mannréttindastefnu borgarinnar, þannig að það bara gott að geta vísa beint í hana. Já. Má ég aðeins bara, ég ætla nú, þegar með skrifins mikið sem vilja, ég bara bent á, mér fannst bókunin svo hún kemur frá þér missunarlega tær og skýr og tengist okkar viðfangsefnum inn í íbúðaráði. Við erum þarna að taka á okkar nærumhverfi, okkar hverfi og nefnum og tiltökum dæmi og mér finnst það var alveg meira á þetta. Erum við að vera svo útvattana með að vera að bæta við mannréttindastefnu, við getum líka sett inn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, neyskili hvað við, mér finnst það bara svo tær áðan og skýr og ástæðan fyrir því að við varum að taka þetta sérstaklega inn í íbúðaráðið að en þetta bara spurningu smekk. Ég hef smekk fyrir því að hafa þetta skýrt og vel tengt við hverfin okkar. Vilt þú bregðast við Diljá þessu? Ég rosalega lítið fyrir einhvern ágreining bókanir og vildi í rauninni bara gera hann ennþá skarpari þessa bókun með því að vísa í mannréttindastefnuna vegna þess að hún gildir þvert yfir allt starf Reykjavíkurborgar og mér finnst það sé bara ekki nóg stundum verið að vísa í hana til að styrkja bókanir eða röksemdir. Ég ætla ekki að fara eitthvað að bítast á við hann Örn hérna. Ég hugsa honum sárni nú ekkert þó ég bæti kannski við einni setningu með nokkrum orðum. Mér sýnist það ekki á. Nei, alls ekki. Ég er alltaf búin að koma mínum sjónarmiðum að framfæri og það líst bara vel á þetta. Ég kem til með að styðja þetta hvora leiðina sem ég viljið. Já, ég styð að við setjum inn og tengjum þessa bókun við mannréttindastefnu borgarinnar, sérstaklega því að svarið í rauninni á þá leið að fólki finnst að ekki þörf á því að taka þetta svona út fyrir sviga, en ég tel að það sé mikil þörf á því akkúrat til þess að koma í veg fyrir að hluti gleymist. Þannig og bara að það sé svona og skerpa á því hvað þetta mikilvægt atriði. Þannig ég held að mannréttindi að vísa í stefnuna bara muni styrkja okkur og það sem við viljum gera.
Einhverjum fleiri sem vilja taka til máls? Ég er að reyna að fylgjast með á chatinu líka, því megið alveg gefa merki hvað þið viljið. Og Jón og sjálfsögðu þú líka, að þú... Já, ég er bara fylgist með ykkur. Já. Ég er einnig ykkur. Þá bara, Feli Edilja, þá máttu gjarnan bæta við þessa, klausu og við göngum svo frá bókunni bara í lokfunda þegar við gerum fundargerðina. Þá komum við að næsta lið á dagskrá og það er erindi sem að barst íbúðarráðinu frá vegna umferðar í Skaftahlíð og það er sjáanlegt sömuleiðis í fundagögnum sem fylgja fundinum og þetta snýr að umferð í Skaftahlíð og Stakkahlíð og þetta hefur oft verið svona gegnum tíðina á minni tíð í Hverfisráðinu og svo íbúðarráðinu þá er umferðarmál þarna oft til umræðu. Og þetta er bara örugglega ágætis tillaga. Ég hef ekki beinlínis forsendur til þess að segja hvort að þetta sé framtíðarlausn eða ekki, en mér finnst þetta bara vel ígrunduð og vel unnin tillaga og bara myndi vilja heyra í ykkur, en mér finnst bara uppálagt að senda þetta til umsagnar til umhverfis- og skipulagssviðs. En ég gef orðið er laust. Ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Ef ekki þá... Já, ég myndi vilja, sko, mér finnst bara frábært þegar íbúarnir er að skoða umframálin hjá sér og þetta er ósvalega góð og vel ígrunduð ábending, þannig að ég tek hann alvarlega og ég vona að Uskir taki hann alvarlega. Ég er að velta fyrir mig hvort að við höfum að láta hann fylgja með þessu, eða hvort við bara senda þetta til Uskins í einhverja umsögn þaðan og síðan ef við hafa einhverja skoðun að þau gefa tilbaka. Ég velti bara fyrir mig hvort það er skynsamlegra en mér líst vel á þessa tillögu og ég bara fagna því að íbúar skuli láta sig varða þessi mál einmitt, sko, bæði umferðarmálin og ekki síður, sko, öryggismál barna þarna í hverfinu. Já, ég er bara algjörlega sammála því og ég hafði hugsað þannig að þegar við erum búin að fá kannski og fáum tilbaka kommenta þá getum við haft umræðu, svona ígrundari umræðu okkur á milli akkurat þetta. Getum við ekki látið fylgja með að okkur lítist vel á þessa tillögu og við viljum að vera skoðu vandlega? Já, og þess má geta að, ég ætlaði nú að nefna nafnið þessi byrjum gerði ekki að Jóhann Ívar Björnsson sem sendir inn þessa tillögu sem er íbúið við Skaftahlíð vestan Stakkahlíðar og fyrir nemendur í Ísaksskóla, þannig að honum er greinilega umhugað sitt nærumhverfi. En já, ég sammála. Eigum við þá að afgreiða þannig að við sendum þetta til umsagnar og tökum þetta svo upp aftur þegar svar við borist. Nei, Benóni var að nefna það að við myndum kannski fylgja þessu eftir með okkur lítist vel á þetta. Við viljum þetta tekið til vandlega skoðunar. Það sé vel útfærð og ígrunduð til það. Já, ég myndi vilja að við næstum þetta með því og allavega ég og Benóni er búin að einbra því líka. Þannig að það er kannski ágætt að hann fylgi með okkur lítist vel á tillöguna. Já, einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Þessi tillaga kom frá íbúi gegnum bara íbúðarráð .miðborg og hlíðarættarreykjavík.is og ég ítreki það að fólk geti sent inn erindi sín til okkar, hvort sem er á fulltrúi ráðinu eða í gegnum þessa síðu íbúðarráðsins. Og við þakkum Jóhanni fyrir erindið. Þá komið að... Er þá áhuga á því að leggja fram þessara skoðun sína í bókun eða hvernig? Já, þú meinar, svona formulega, hvort þetta er bókun. Já. Eða, já, bókum við ekki það að bara við þakkum fyrir íbúa fyrir erindið, okkur lítist vel á og sendum það til umsagnar og þið starfsmanni. Já, ég set svo sem fulltekjara erindið sett til umsagnar umhverfis og skipulagsins, en það var einhver, þið vildu senda einhver skilaboð með? Já, viljið þið drafta það, Benóni eða Örn og senda á okkur? Getið þið senda á Heimir og við getum lesað upp? Gert það í lok fundar. Eða gert það í lok fundar.
En með þessu innihaldi, það ekki bara fer ekki vel á því? Jú, en til að senda Ekki bara á þetta einfalt. Já, bara einfalt og stutt, einmitt. Gerum það. Þá komið að lið 5, sem svar umhverfis- og skipulagssviðs við fyrirspurnum umferðaröryggi í hverfinu. Og þetta erindi sem barst okkar sömuleiðis frá íbúum sem varða öryggi gangandi og hjólandi við Háteigsskóla og svæðinu þar í kring. Og svarið sem að okkur barst, og ég lesi það nú upp hér, barst 17. maí. Aðgerðir sumarsins eru í undirbúningi, ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun aðgerðir á Háteigsvegi, en að minnsta kosti stefnt að bættri lýsingu á nýrri gangbraut sem sett var upp móts við Háteigsskóla í vetur, sem og aðgerðum þar við biðstöðinni til að koma í veg fyrir að ekið sig fram úr strætó þegar hann stopp þar. En þetta svona kjarninn í eitt af þeim vandamálum sem tengjast umferðarmálum að þegar strætó stoppar þá eru bílar eða ökumenn, óþolinmóðir ökumenn sem að taka þá fram úr vagninum og þarna að sjálfsögðu umferð barna á leið yfir götuna. Þannig að það brýnt að tekist sé á við þetta. Má bjóða ykkur að taka til máls undir þessum lið? Jú, ég myndi vilja. Ég myndi hans vilja nefna þetta. Ég reyna að rifja upp þetta. Ég held að það hafi verið í haust sem að var keyrt á krakka, Kristín kannski man þetta betur ég, frekar en 2 krakka, og strax í kjölfarið þá funduðu heldur foreldrafélagi, fulltrúar frá foreldrafélaginu og önnur var allavega tengt barninu sem var fyrir bíl. Það var ekki þarna sem að strætó heldur var það á ómerktri þverun sem að krakkarnir nota beint fyrir þetta skólan. Og mér finnst þetta svolítið skrítið hvað þetta tekið rosalega langan tíma. Og mér finnst þetta svar núna að vera svolítið þunnt. Og ég held satt best að segja að vera löngu búið að afgreiða þetta mál. Að ég var nú í reglulegu sambandi við þessar mæður eða frá foreldrafélaginu sem að höfðu sér mikið frammi og fylgdu málinu vel eftir. Og held ég að þetta væri bara löngu frágengið og afgreitt og annað. Þannig að þetta kemur mér svolítið óvart. Þannig að ég kem örugglega til með að skoða málið úr annar átt seinna. En þetta tekur alltaf langan tíma með svona einfaldir hlutir. Ég held að átt að setja upp merkingu. Þarna verið 30 km hámarksræði, setja upp skilti, þannig að það verið skýrara. Og skiltum að það verið gangbrautar en það krakkandi væri að fara yfir okkur ákvörðunarstöðum en ekki að þvera göttuna, krossa göttuna eða fara skáhalt yfir og með tilheyrandi slysahætti. Og það aftur langt samtal og mér finnst eiginlega bara ekkert koma út úr þessu ennþá minna núna þegar svarið losast best. En það bara mín skoðun. Og með svarið þá þetta ný gangbraut sem var sett upp í vetur, þannig að það ekkert verið að tala það sjálfsagt verið að tala þetta þar sem krakkarnir hafa verið að krossa yfir. Væntanlega með við svarið, þannig að það var farið í aðgerð og verið með fylgjari eftir að það séu frekar aðgerð og hvenær þær séu, hvenær von sé á þeim. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Kristín, getur þú, þessi merkingar komnar þá? Já, það eru merkingarnar eru komnar, en það bara lýsingin sem hefur verið að tala það var ekki svolítið fleira sem var. Já, þannig að vonandi kemur hún bara sem fyrst. Já, og það var komið, það ný gangbraut og merkingar. Og settur, það vantar lýsing. Og það munar alveg heilmiklu þetta. Já. Börnin eru mjög öruggari að komast yfir. Ekki, ég myndi mjög gjarnan vilja fylgja þessu eftir, bara til enda þegar lýsingin komin upp. Þannig að ekki máli að við sendum óskum eftir því að fá að fylgjast með framvindunni. Jú, það verður mjög gott. Og svona ítu við líka eftir því. Já, þannig að við myndum væntanlega bóka undir þessu lið bara að við þakkum fyrir svarið og óskum eftir því að vera upplýst framvinduna. Já. Það verður mjög gott. Já. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Þá munum við setja þetta inn í fundargerð heimil og skafta því að fylgja þessu eftir. Þá liður 6
og þetta sem sagt bara til umræðu hérna. Það verið að sameina leikskóla og það verið að opna nýjan leikskóla á Njálsgötu-Róló fyrir aftan Austurbæ, fyrir neðan Snorrabrautina, þar sem núna dagforeldrar og Róló sem mjög mörgum þykir vænt og síðustu árin var starfandi vinafélag Njálsgötu-Róló sem gerði alveg heilmikið fyrir svæðið, tóku það í gegn, máluðu leiktæki, héldu reif og ég veit hvað. Ég veit að vinafélaginu hefur nú verið slitið en með tilkomu þessa leikskóla. En mér skilst að dagforeldrarnir verða þarna áfram og þið kannski sem sitjið í skólafrístundaráði kannski hafið innsýn í þetta en umræðan við tökum þetta upp að þegar við höfum áhuga á að vita hvaða áform eru huguð, hvað sem leikskólarnir sem á að sameina niður á Njálsgötu-Róló, hvaða hugmyndir þau húsnæði og leiksvæði þar í kring. Þannig að má bjóða ykkur að tjá ykkur þetta mál. Ég verð held ég að fá að kalla eftir svona aðeins betri upplýsingum þetta. Örn, ert þú með einhverjar upplýsingar? Ég ekki fyrir á fundi bara held ég síðan ég byrjaði í haust. Nei, sko þetta mál á forræði sérstaks stýrihóps sem sér að undirbúa þessi sér leikskólabyggingar í borginni og ég siti þessu stýrihópi ásamt Alexandru og Skúla Helgasyni og stórum hópi á embættismönnum. Margrét, ég bað á sínum tíma, við nefndum þetta held ég að síðasta þar síðasta fundi að þá bað ég að við fengjum kynningunni á þetta og ég bara viðurkenna ég sendi þér þú varst með í tölvuskeytinu sem ég sendi á og fengu aldrei neinn gögn þetta eða fór þetta fram með mér. Ég skoði að ég var ekki hvar ég hef séð þetta, ég náttúrulega var að sjá þetta er mjög áhugaverð áform, gríðarlega spennandi og samtengist svona einhver miðborgar eða félagsmiðstöð eða svona community center eða við viljum kalla þetta. Þarna verður ýmislegt fleira og mjög spennandi og það verið að teikna þetta og þetta í einhvers konar teikni eða þetta heitir ekki forhönnun, ég bara man ekki hvaða nákvæmlega orð verið notað yfir þetta. Það er verið að búa til einhverja lýsingu á því sem fer síðan einhverja arkitektasamkeppni og ég var búin að biðja það að við fengjum að fylgjast svolítið með því hvernig þetta mál var að fara af stað inn í samkeppninu og hafa einhverja skoðun á því. Það hins vegar ekki komið á það stig ennþá og ég skal bara ýta eftir því úr brúum biluhópnum, leikskólabyggingarhópnum að við fáum leið og þessi gögn liggja fyrir bara senda og ég skal senda á þeim Margrét leið og kemur hann að við getum senda þá bara strax og berst til glöggunar að þau eru ekki að bíða eftir að næsta fundi. Ég skal bara biðja þetta komi. Þetta eru gríðarlega spennandi áform. Hvað var það hinna leikskóluna? Þeim verður þetta bara lokað og veit svo sem ekkert hvað verður með þær lóðir eða þau húsnæði sem þær eru. Það hefur ekkert verið okkar könnu. Það fer inn í annan farveg með ráðstöfun á húsnæði sem ekki lengur notkun á vegum sviðana. En þetta mjög spennandi og metnaðarfullar hugmyndir sem við höfum þarna á Njálsgötu-Róló og að gera hann að stórum og fallegum og aðlaðandi og skemmtilegum leikskóla með svona fjölnota eða svona, hérna verður aðstæða fyrir nýbúa eða þá sem eru að koma nýjir. Þannig að gríðarlega spennandi. Þannig að ég myndi endilega vera að koma svo á okkur leið og ég sé þetta. Takk. Einhverju fleiri? Já, við viljum náttúrulega helst ekki missa þessa róluvölli úr hverfinu og það fækka þá raun og verið hérna megin Snorrabrautar tvo leikvelli Þannig að okkur finnst mjög mikilvægt að þeim verði haldið áfram í einhvers konar formi eða það gerðir einhverjir aðrir sem tækju við Tókum reyndar upp við höfum verið að ræða dálítið svona þessi innri mál íbúasamtökin bara leiksvæði barna og fleira núna að undanförnu og það sem okkur langar til að gera að kortleggja dálítið hvar eru leiksvæði í miðbænum
sýna hvað þau eru, hvað þarf að gera við þau og fleira og fleira. Við tókum þetta upp á fundi miðborgarstjórnarinnar í dag og sennilega fer þetta í hendurnar á þeim sem sjá sumarborgina, gera svona úttekt og þá yrði skoðað hvað ástandið í, hvaða leiktæki þar og hvað hugsanlega var þetta bæta og betur bæta og hugsanlega bæta við. En sem sé okkur mikið mun að halda þeim róluvöllum inni og svo verður bara starfandi sem róluvöllir. Má ég bregðast við þessu? Já. Mér finnst þetta alveg frábær hugmynd og gott að heyra að þið séu að koma með þetta. Og fínt það vantar svolítið að fá þetta og gott að þessu koma inn að því eins og ég var að segja á málinu eru aðeins flóknari að þetta snýst eitthvað fyrirbæri sem heitir innrilega og skólaráð vill náttúrulega ekki vera að borga of mikið innrilegu fyrir svæði eða fasteignir eða eitthvað slíkt sem þeir eru ekki beinleiðis með í notkun en þetta er mjög gott innlegg og sérstaklega myndi að tengja þetta við núna þetta sumarátak en auðvitað erum við ekkert að fara að loka þessum leikskólum á næstunni því að því með þá sildum við inn í erfiðar efnahagsaðstæður sem að hugsanlega koma til með að draga dilka eftir sér og hafa áhrif á einmitt svona áform eins og einn stór risaflottur leikskóli á Njálsgötunni. En það er fínt einmitt og mikilvægt að fá þetta að það er hægt að setja þetta í einhvern annan farveg innan kerfisins að það séu aðrir sem að taka við rekstrinum eða við svæðinu og húsnæðinu þegar skóla og frístundaráð sleppir tökurum á því. Þannig að bara frábært og vonandi að við getum gert eitthvað meira úr þessu einmitt í sumar bara með öll opin svæði þarna og teikna þetta upp því að miðborgin á þetta ekki vera bara fyrir útlendinga, við erum að sjá það í dag, hún á að vera fyrir fólk og sérstaklega ungt fólk og tala ekki börn. Já, mér líst bara ég hugsa að við ættum bara að kalla eftir kynningu á þessu og ég er að horfa á frétt fjölskyldumiðstöð á leikskóla Njálsgöturólu og það stendur til að efna til hönnunar og framkvæmdasamkeppni nýjan miðborgarleikskóla þarna. Þannig að þetta er mjög spennandi áform og samanskapi, svo ég segi það nú bara þegar ég veit að það eru mjög margir sem nýta sér hennar rólu og þá verður rólun áfram opin almenningi og dagforeldrarnir það gert ráð fyrir þeim áfram á svæðinu. En eigum við þá ekki bara að fylgja því eftir ráðið að fá kynningu á þessum áformum og sömuleiðis að fylgja því eftir hvað verður þá á þeim lóðum sem nú eru leikskólar og leikvellir. Og kannski eitt sem langar að stinga beinunni, mér finnst þetta frábær hugmynd að kortleggja leikstæðin og opnusvæðin og bæta kannski inn í jöfnuna að rýna aðeins aldursdreifinguna af því að það er svo ólík leiksvæði eða leiksvæði henta ólíkum aldri og róluvöllin alltaf fyrir yngstu deildina og svo eru boltavellirnir og körfuboltavellirnir en sjá kannski bara hvort það er verið að huga að þessu breiða aldurspili eða hvort það er einhvers staðar vöndun á einhverju skemmtilegu fyrir ákveðin aldur. Já, ég er alveg sammála því það verður að vera inn í myndinni að þetta sé fyrir alla aldurshópa en kannski þessi kortlagning fyrir sumarborgina og svona þá er náttúrulega líka að vera að huga að því hvað gestir miðborgarinnar geta gert hér þetta er bara einn af þessum afþreyinga möguleikum sem eru í miðborginni. Já, það eru náttúrulega oft mikil samlegðar áhrif á milli þess sem að nýtist okkar sem búum miðsvæðis og svo þeirra sem að koma í heimsókn. Nei, það er sjálfsagt að hafa mikla breytt og núna var einmitt sagt frá því að það er verið að setja núna upp hjólabrettasvæði á miðbakkanum. Já, eins og það sem var í fyrra. Já, og náttúrulega, og til dæmis fyrir Austurbæjarskólann, það er náttúrulega heil mikið af það er bara battavöllur og körfur og fleira sem henta allum aldurshópum. Þetta er svona spurning, það þarf að skoðast dálítið og líka, það er líka dálítið mikið af ég kalla það úr sér gengnum leiksvæðum eða róluvöllum eða einhverju slíku sem hægt er að skoða með dálítið svona opnum huga hvað væri sniðugt að gera á hverju stað til sig. Það tengist kannski líka því sem við ræðum eftir tillöguna sem við erum með að halda opin fundum græn svæði og framkvæmdir í hverfunum, þannig að þetta tengist í.
Og í þessu samhengi þá bara langar mig að nefna að það til leikstæðastefna borgarinnar sem að leikur fram á netinu sem mjög áhugavert að rýna. Og vinna sem fór á stað því að það var lögð fram 2010 og margt bara mjög gott sem að er þar og sem að maður sér líka alveg að verða að raungerast í framkvæmdum í leikstæðum sem að maður bara að nota með börnunum sínum. Þannig að ég hveti ykkur til að kíkja á það líka. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Þá skulum við bara fylgja þessu eftir og óska eftir kynningu á þessum áformum og málum því tengdu. Þú ætlar óska þér að fá kynningu frá já, það er kannski uskið sem að bara óska þér að fá kynningu á þessum áformum, það dugar alveg. Heimir kemur svo réttan stað. Það ekki bara. Þá förum við í næsta lið sem er liður 7 sem er tillaga Flokks fólksins að íbúaráðin finni leið til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra. Það er lagt hér fram. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Þess má geta að í fylgiskjali þá má kynna sér erindið og þar er bókun frá stýrihópi íbúaráðanna og þetta í rauninni bara góð hugmynd sem er ávörpun nú þegar í tilgangi ráðsins og það sem að íbúaráðin og við erum að gera og erum búin að vera að senda út póst á alls konar stofnanir og aðalega í hverfunum þar sem að við erum að óska eftir að fólk tilnefni aðila sem er þá svona verður partur af okkar baklandi eða baklandi íbúaráðanna og fær þá fundaboð á fundi og fylgist þá með vinnuráðs og getur lagt til málana. Mikill akkur fyrir okkur að byggja gott bakland. Þannig að það er svona smám saman að byggjast upp á þann lista hjá okkur í bakhópinn. Er einhver sem vil taka til máls? Er þessi vinna ekki bara þegar í gangi? Jú, þetta er við erum bara komin þó nokkuð langt með þetta. Það eðlast væri bara að þakka fyrir frábæra tillögu og láta þar gott að sitja. En þið ráðu hvað ekki þetta. Þetta er bara akkurat svona sem við erum að gera þetta, punktur. Já, það er búið að svara þessu inn í bókun líka inn í erindinu, þannig að þetta er þá bara lagt hér fram. Þá er bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu vegna fyrirspurnar íbúaráðs Breiðholts aðgang að lokaskýrslum vegna styrktar hverfissvæða sem er lagt hér fram og erindið það var óskað eftir því að íbúaráðin þau hafa til úr fjármagni að spila. Fólk getur sótt til íbúaráðum styrki fyrir verkefnum í hverfinu og íbúaráð veitir styrkina allt árið kring og þetta er cirka bát 2,6 milljónir sem að íbúaráði getur styrkt með að við allavega við getum hvort það sama yfir öll, það kannski upp aðeins misjafnt eftir stærð hverfa og fjölda íbúa og það sem að vera óska eftir er að fá að skýrslurnar það hvernig peningum að veitu hvernig verkefni gengur að við fáum þær alla leið til okkar í íbúaráði. Áður var það bara mannréttindaskrifstofa sem tók á móti því og fór yfir þá skýrslurnar. Og þetta er bara í samræmi við vorum með umsókn og fórum yfir reglur úthlutanir og þetta var eina athugasemdunum sem við gerðum og óskuðum eftir því að fá að fylgja málunum eftir alveg til enda. Þannig að ég fagna þess bara að þetta sé komið í gagnið og við munum fá að sjá hvernig fjármunum var varið og hvernig verkefnin gengur sem við höfum verið að styrkja. Er einhver sem við taka til máls? Nei, við fögnum þessu bara líka eins og flestu öðrum. Og Guðrún Elsa er náttúrulega líka aðeins að ganga skrefið lengra, hún er að passa að sé vera bara í samræmi við lög og reglur sem svona, úthlutanir gilda. Þannig að við tókum það að fundi í dag í stýrihópnum
Það væri gott að fá hennar aðkomu að þessu og fínt að fá þetta bréf. Já, Og þakka fyrir það. já. Einhverju fleiri? Ok, takk fyrir. Þá hérna liður 9 sem verkáætlun Reykjavíkurborgar vorhreinsun á götum og gönguleiðum í hverfunum til framlagningar. Og þetta ég hef séð þetta víða á samfélagsmiðlum verið að deila sem betur fer. Það bara tímasetningar á hvenær hvaða götur eru þrifnar. Þannig að maður getur flett upp sinni götu og sé hvenær hún og þá þetta eftir hverfum, þannig að hlíðarnar miðborgin heldur búin og hlíðarnar núna í byrjun júní. Og ég fékk erindi frá íbúa varðandi þetta frá Steinunni Halldórsdóttur, þar sem að hún, ég ætla bara að áður en að ég þá ætla bara heyra hennar punkta að henni finnst mikilvægt sem sagt að núna þegar hreinsun gatna fyrir dyrum og hægt sé að varna því að bílum sé lagt með frá götunni þann dag sem hreinsað og hún býr í Hlíðunum og var að tala hvort að bíla, þú veist, fólk gleymir ofta að færa bílana sína þegar þessi hreinsun fer fram. Þannig að fólk virðist jafnvel ekki vita af því og hvort að íbúar geti aðstoða við að koma því á framfæri við borgaryfirvöld. Þú veist, hún leggur til að þessi setja keilur eða stoppmerki eitthvað slíkt, þannig að fólk sé ekki að leggja þennan dag og jafnvel að íbúum við götuna verið sendt smá skilaboð með SMS kvöldi fyrir hreinsunina og óskar eftir því að íbúar aðstoði við þetta mikilvæga mál. Þannig að götur og gangstéttar verði hreinar fyrir sumarið. Og ég sé þetta líka umræðu íbúagrúppunum sem ég á og það fólk reynda bara duglegt svolítið að minna á og henda inn, hey, allir þessari götu færi í bílana núna. En það spurning hvort það sé hægt að ganga lengra í því að láta fólk vita með formlegum hætti. Hvað segir þið? Og ég? Þetta alltaf hægt að ganga lengra á þessi smá skilaboðana. Ég ætla samt að segja að það alveg ótrúlega vel merkt áður en að hreinsubílarnir koma. Þannig að það öllum ljóst sem vilja vita það. En ég held hins vegar að það sé einhverju sem hafa engan áhuga að vita og kannski að einhverju sem ekkert í aðstöðu hafa skilið bílana sett sín eftir til lengri tíma eða eitthvað svoleiðis og við því rauninni ekkert að gera, það breytir engu. En það alveg til fyrirmyndar hversu vel kynnt hvaða hverfi eru daginn eftir að hvernig þetta skilti og keilur og Þannig að mér finnst það alveg mjög rátt. Það ganga skrefur lengra, ég veit það ekki. Það svo sem ekki, það skref sem ég vil að ganga lengra með, það að senda fleiri bíl út fyrr. Þannig að það verður að klára þetta, vorhenginguna áður en það komið fram í júní. En ég ræði það kannski á einhverjum öðrum vettvangi. En öðru leyti þá finnst mér þessar merkingar og viðbrögð íbúa, bíleigenda, alveg til fyrirmyndar og það nánast undantekning, undantekning að lítið sem allavega í Hlíðarhverfinu sem ég þekki best til, að það sé bílar skildir eftir og þurfa að fara einhverjar aðrar leiðir. En hvernig þetta til dæmis eins og í miðborgin? Það væri ágætt að fá að heyra það, hvort að það sé meira vandamál þar, kann að vera. Þessi ábending kemur allavega úr Hlíðunum eða reyndar á Hottisvegi eða Holtamegin. En ég held að sé allir gangur á því. En hvað segir þið? Ég hugsa að sé nú með betra móti kannski núna því að það miklu minna af bílum í miðbænum og miklu minna líka að fólk sé að skilja þá eftir yfir nótt og þess aftar. Þannig ég held að þetta hafi nú gengið þokkalega í ár. Já, það gott að heyra allavega, það hefur gengið vel. En það spurning, hvað mætti kannski kanna það eða væri, það eru sett einhver skilti að menn svo sem alveg kanna það, hvort það veri flókið framkvæmd að senda SMS á eina götu með einhverjum búnaði. Ég bara hef ekki þekking á því hvort að það sé löglegt eða í boði, en mér finnst mjög mikilvægt að íbúar séu bara duglegir
að deila þessum upplýsingum sín á milli og á svona íbúa síðum, hvort sem það er fyrir stóru hverfin eða hverfishluta og jafnvel götur. Þannig að það eitthvað sem fólk getur allavega nýtt sér. Það er spurning hvort að við getum haft einhver frekari áhrif á það, við getum það deilt í á okkar vettvangi, verið duglega að láta vita á íbúasamtökin með sitt rými á samfélagsmiðlum og sömuleiðis íbúaráði. Getum við ekki bara afgreitt þetta þannig að við þökkum ábendinguna og felum Heimi að hringi í Óli Örvars og þetta sem betur með. En sko, ég ætla samt að segja, sko, mér finnst þetta rosalega vel merkt fyrir þá sem vilja sko taka eftir þessu, og fer þetta ekkert fram hjá manni, sko. Maður bíður spenntur allan veturinn, og svo langt sem þetta er að koma, þá er allir meðvitaður. En nei, fínt, Heimir, þú böggar Ólöfu með þetta. Já, einhverjar frekari athugasemdir eða? Nei, þá bara, við getum alveg kannað það með einhverjum hætti hvort það sé hægt að auka upplýsingaflæði þessa hreinsun til íbúa. Þetta er alveg örugglega hægt og ég man eftir ég hef einhvern tíma fengið SMS frá einhverju borgarstofnun sko, sem var í einhverjum framkvæmdum í götunni sko, en ég bara man ekki hvaða stofnun það var. Við bara að fela Heimi að kanna það fyrir okkur. Já. Hvort að þetta sé með einhverjum hætti mögulegt og einfalt í framkvæmd. Hún veit þetta, hún Elsa, lögfræðingur, á mannréttindaskrifstofunni, hún hefur örugglega, þetta var áður fyrir mig fengum fullt af SMS-um, en ég held að það hafi verið tekið fyrir það á einhverjum tímapunkti. Ég svo sem þori ekki að sverra fyrir það, en hún Elsa, lögfræðingurinn ykkar, þekkir þetta alveg örugglega. Mannréttindaskrifstofunni, Heimir. Það náttúrulega breyttist persónuverndarlöggjöfin nýlega, þannig að það varð allt lítið erfiðara varðandi þetta senda svona hópskilaboð og svona. En bara við hvetjum eindregið íbúa til þess að miðla þessum upplýsingum sín á milli. Færa bílana, þannig að fá hreinar og fallega götur og gangstéttir. Ef enginn hefur óskað eftir orðinu þá ætla ég að fara yfir í lið 11 sem er bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna skipulagslýsingar, vegna skipulagsgerðar og umhverfismats Kringlusvæðisins. Og þetta var sem skipulag kynningu sem var óskað eftir umsögn frá okkur í íbúaráði miðborgar Hlíða og það var fyrir 20. maí sem fresturinn var, þannig að við gengum frá þessu bara okkar á milli funda og sendum frá okkur umsögn og leggjum hana þá hér fram og mun fylgja fundargerð þessa fundar. Og mikilvægt bara þegar við erum einmitt að því að íbúaráðið sjálfsögðu vinnur á milli funda að við reynum svona að halda bókhaldi yfir það með því að setja það inn í að taka það upp líka á fundum þannig að það fari inn í kerfið og fólk geti þá fylgt því eftir til skrásetningar. Ég bara segja bara frábært, þetta var bara vel gert, málefnaleg athugasemd og það er að þakka fyrir hana og fínt að við skuldum hafa þennan hátt á að koma þessu áleiðis. Þannig bara að gera það ekki þeir sem hafa unnið þetta. Já, Heimir er komið þetta upp og við erum þar að fjalla aðgengismál og skapandi leiksvæði og mér finnst þetta er mjög spennandi svæði og gert ráð fyrir skemmtilegum og spennandi hluti þannig að við erum bara svona að hnykkja á hverjum atriðum og minna líka á íbúana hinn með götuna. Kristín, það kom frá ykkur sérstaklega fyrsta atrið og sömuleiðis bara í þessu af því að það verður oft verið talað tengingar á milli úr Hlíðunum yfir gatnamótin og yfir gönguljósin og suðuver að það sé bara kjörið tækifæri að rýna það svolítið í tengingu við þessa framkvæmdir. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei. Þá bara er þetta lagt hér fram og mun fylgja fundargerðinni. Þá er komið að lið 12. Það er íbúafundur uppbygging og græn svæði í hverfunum og þetta er þá bara hér til umræðu og þá var hugmyndin að við myndum halda opinn fund og finna út úr því bara með hvað hætti slíkt gerlegt á
þessum tímum, hvort sem það væri að hluta til á staðinum og með fjarfundabúnaði sem væri þá hægt að miðla og færum þá svolítið yfir atriði sem varða þéttingu byggðar í bæði 101 og 105 og yfir grænu svæðin í hverfunum okkar og myndum bara, bjóða aðilum að kynna fyrir okkur, þú veist, það má hugsa sér að var hægt að fara yfir græna netið og leiksvæðastefnuna sömuleiðis og gera grein fyrir þeim framkvæmdum sem í gangi og eru áætlaðar til upplýsingar öllum. Eitthvað sem einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Og við kannski erum líka bara að ræða formröðu hvenær við getum framkvæmda, ættum að gera þetta núna bara í byrjun júní, áður en fólk fer þetta í sumafrí, það eitthvað og mögulega útfærslu á því. Við höfum oft verið með svona fundi, til dæmis á Kjarvalsstöðum og erum að kanna það sérstaklega hvort að það væri bara gerlegt á þessum tíma eða hvort að hún væri bara strengt. Þannig endilega, gjörðu þið svo vel. Má ég aðeins? Mér finnst þetta bara frábært, mér finnst bara mjög gott að við séum að setja þetta á skrá og mjög gott að við séum að fara að undirbúa fund þar sem að við getum farið yfir þessu mál því það eru alls konar sjónarmið upp í þessu máli. Náttúrulega liggur fyrir núna ný samþykkt bókun eða ályktun íbúasamtaka á stórum hluta af þessu svæði sem við tilheyrum og Vesturbærinn inn í því líka Þannig að það svona ágætis, hvað maður að segja, input inn í þetta. Og ég velti fyrir mér hvort það væri ekki bara ástæða til þess að þetta fá eitthvað dýpt í umræðuna og gefa svona aukið vægi að það bara haft samráð við þessi félag sem við sendum frá þessa ályktun og þeim búið að koma með sín sjónarmið og svo eru þetta allir þeir sem hafa einhver önnur sjónarmið að það sé þeim sem gert þá ekki síður hátt til höfuðs og þetta sé í rauninni bara gott hreinskiptið samtal sem við og náttúrulega borgaryfirvöld og íbúarnir sem hafa alls konar skoðanir á sig geta haft þetta mál. Ég myndi vilja sjá þetta frekar gerast fyrr heldur en seinna en við vitum það að það eru ennþá í gangi ákveðnar fjöldatakamarkanir sem fyrir séð að verði aflétt innan skamms skulum við segja. Það ekkert langt í það að fjöldasamkomur verði ferðar úr 200 upp í 2000 og það breytir öllu. En 200 manna fundur er bara þó nokkuð stór fundur, þannig að líka má segja það. Já, við getum verið fengið skólahúsnæði lánað núna þegar skólar loka, hátíðasal í hátíðaskóla eða hvað svo sem það er. Þannig að já, ég myndi vilja við tækjum þetta samtal, eða Austurbæjarskóla eða Spennustöðuna eða nógara húsnæði sem við getum lagt til og fá þessi sjónarmiðin úr öllum áttum. Mér finnst að við ættum að halda slíkan fund bara eins fljótt og auðið er. Það er bara, ég held að þetta er dálítið í umræðinu núna og líka því að fólk ekki að það er dálítið að horfa inn á við og það er ágætt að nýta þennan tíma til þess að taka þessa umræðu. Má ég bæta aðeins við? Ég heyri ekki í ykkur. Heyrðu í okkur núna? Við erum við þér. Já, má ég taka til orðs? Næst, hvernig varstu búin? Já, ég bara velti fyrir mér að því að nú eru íbúasamtök Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða búnir að senda frá sér ályktun, yfirlýsingu þessi mál. Er þetta einhver þessi auka íbúafundur eða hvað við viljum hvað heitil við viljum setja á, viljum við halda þetta saman með Vesturbænum? Ég sé að já, umræðan er líka talsverð inn í þeirri Facebook-grúppu og hvort að það væri kannski ráðlegt bara upp á samtalið og við erum í rauninni að fá upplýsingar og fróðleik bara.
Já, ég styð þetta, mér finnst þetta bara frábært, þetta sko, er góð hugmynd og annað sem skiptir ekki sviðmáli í þessu, það er alltaf að vera að kalla eftir auknu samtali á milli hverfa íbúðaráðanna, þannig að ég held að sé bara vel til fundið að nota þetta tækifæri. Heimir, við vorum að ræða þetta í dag, hvernig væri hægt að tengja íbúðaráðin saman og endilega verið samstarfi við Vesturbæinn og tala um að við getum þá fengið að splitta reikningum, þannig að hann lendi ekki allir á okkur. Þannig að ég bara finnst þetta alveg frábært. Endilega er formanninni geta að tala saman að finna tíma við fyrsta hendurleika því að snýra okkur eins og Benni segir miklu meira núna heldur nótt áður því að öll erum við að fara að gera eitthvað, ekki bara innan hús heldur bara innan hverfis og innan bæjar og innan hans. Já. Líka marg þessi grænu svæði og útivistarsvæði í þessum 3 hverfum sem skarast. Þannig að við eigum náttúrulega hljómsveitargarðinn sameiginlegan með Vesturbænum og Klambratúnið með Hlíðunum og Vatnsmýrin á Netthúsvíkina. Þetta er allt. Þetta tilheyrir öllu þessum 3 hverfum mörg þessi svæði. Hafnarsvæði eigum við náttúrulega með Vesturbænum og svo framvegis. Já, ég tek undir þetta, góð tillaga Diljá og bara sammála og við höfum áður unnið með Vesturbænum, þannig að það er bara tilvalið að grúppa okkur saman og taka þetta samtal og ég hef líka verið að fylgjast með, við fengum send ályktun frá íbúasamtökum þessara 3 hverfa og hef sömuleiðis verið að fylgjast með samtali sem fór á stað bara á samskiptamiðlum tengt því og ég held að það sé bara mjög brýnt og gott að við erum að taka upp þetta samtal núna og fáum bara góðar greiningar og kynningar á því sem í gangi og þeirri hugmyndafræði líka sem verið að vinna eftir sem að allavega svona mín reynsla og það sem maður hefur verið að heyra hvernig, mér finnst það mjög jákvætt hvernig verið að vinna eftir svona hugmyndafræði sjálfbærni og sálræna endurheimt í borgarumhverfinu. Þannig að það er margt sem mörgu sem hægt að miðla. En eigum við ekki bara að leggja til samráðsfund íbúaráðanna og íbúasamtökunna í þessum 3 hverfum? Jú, en ef við ekki bara afgreiða málið þannig, þetta er náttúrulega bara til umræðu, en ég myndi bara vilja við afgreiða málið þannig að formanni væri falið að ræða við formann íbúaráðs Vesturbæjar undirbúning á sameiginlegu fundi þessi mál. Og ég svo sem hvort við höfum að vera að bóka eitthvað það eða fylgja því eftir að þetta þurfa að vera sem allra fyrst en það þurfa að undirbúa þetta og allt það en án tafa segi ég sko. Þannig að ég treysti þér Margrét fyrir að eiga samtal við formanninn í Vesturbænum. Hver er það? Það er Svavar Helgason. Nei, það er nefnilega ekki hann. Ó, hann var það? Hann var það. Birgir Þröstur. Hann var hættur, já. Hver er núna? Birgir Þröstur heitir hann. Ok, það kann ekki. En Margrét, þú ræðir málið á þessum nótum sem við erum búin að vera og ég sannfæri það að það verður veitt ekki á móti í Vesturbænum. Já, ég veit hver hann er og sömuleiðis við íbúasamtökin líka. Við íbúasamtökin í þessum 3 hverfum að sömuleiðis verða að vinna saman, þannig að það er bara kjörið tækifæri. Ég skal rúlla boltum af stað og við skulum finna þessu farveg. Og ég verður við ykkur líka framkvæmdina þetta. Hafði þetta hraðaupphlaup? Hvað segirðu? Hafði þetta hraðaupphlaup? Já. Er viljið til að færa til bókar að formanni í samráði við ráðið falið að hefja undirbúning á íbúafundi og kanna ákváða sameiginlegum fundi íbúaráða og íbúasamtaka í miðborgshlíðum á Vesturbæ uppbyggingu og grænsvæði í hverfinu. Stórfínt. Ljómandi. Ég hef ekki gett orðað þetta betur. Einhverju fleiri sem vilja við þessi máls? Nei? Herði, ég gleymdi einum lið á fundinum. Það er lið 10 og ég beðist afsökunar á því en það er sumarleyfi íbúarráðs miðborgar Hlíða. Það er svo lítil lína í skjalinu mínu að ég bara hoppa yfir hana. Þannig að Heimir, ég ætla að beða þig að fara yfir það. Já, það er ekki stórt mál, en ég og þessu leiti formenn íbúaráðanna að setja þetta mál á dagskrá eins og það er gert ráð fyrir að íbúaráðin tæki sér frí í júlí
og þið eru svo vel í sveit sett að funda seint í mánuðinum og þar með vonandi, örugglega hægt að afgreiða umsóknir vegna sumarborgarinnar á ykkar fundi. Einhver íbúar þurfa hugsanlega að grípa til aukafundar til að afgreiða þetta og einnig kemur þarna inn í aðkoma ykkar íbúaráða að fjárfestingu og viðhaldsáætlun. Þannig að ég vildi bara vekja athygli ykkur á þessu. Já. Ekkert stórmál. Má ég aðeins koma inn í þetta? Já. Frábært, auðvitað, þurfum við náttúrulega að taka sumarfrí eins og allir aðrir og í júlí ágætis mánuður, þannig að við þurfum að afgreiða það með formulegum hætti. En það er ekki rétt Heimir, það þarf að taka þá ákvörðun. Hitt annað sem aðeins í sambandi við þessa framkvæmdaáætlun sem við vorum að ræða og fengum kynningu á, ekki alls fyrir löngu, við tókum núninga á þessu aftur í dag að fundi stýrihóps og niðurstaðan var eiginlega svo að það er svo erfitt fyrir okkur, við veit ekki hvort að voruð þið kannski ekkert inn á, jú. Margrét, þú varst og Heimir náttúrulega líka, Dilja, þú varst á 5 fundi og ekki líka, en Jón ekki og Kristín kannski ekki. En allavega, það sem við erum að kalla eftir tillögum í sambandi við framkvæmdaáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021, það er svolítið langt frá okkur og svolítið óskýrt og niðurstaðan var svo að Heimir ætlaði að kalla eftir templæti, það er ekki það sem þú ætlaði að kalla eftir? Það er nú þegar í smíðum. Já, þannig að við vitum það eftir hverju er verið að, hvers er ætlast til á okkur. Eigum við að leggja fram tillögum að Miklabraut fari í stokk eða eigum við að gera eitthvað annað eða eigum við að biðja að þessi settur upp bekkur á Veðurstofu til að hvíla nú bein. Nei, það þarf að vera svolítið eitthvað þannig að við áttum okkur á hvert okkar hlutverk í þessu ferli er, þannig að við séum ekki að fara allt of langt eða allt of stutt. Þannig að bara frábært ef Heimir getur náð einhver út úr þeim, hvernig þeir vilja sjá þetta og hvað við höfum að gera, þá er það bara frábært. Já, og bara svo stingið inn í þá tengist ekki sumarleifunum með þessum leiðin að þegar við tala framkvæmdaáætlun að formenn íbúaráðum sameiginlega óska eftir því að það verði brotið niður á lið betur málefni hvers hverfis fyrir sig, þannig að maður gerir sér betur grein fyrir því sem maður nákvæmlega snertir okkur í þessari framkvæmdaáætlun. Þannig að við erum að fylgja því eftir. En þá þurfum við eitthvað að samþykkja það að sumarleyfi verði í júlí eða bóka það eitthvað svoleiðis. Bókar að ákveða ráða til sumarfrí í júlí? Já, þá má færa það til bókar. Þá er komið að auka lið sem var ekki á útsendri dagskrá og mig langar til þess að formlega biðja leyfi fundarins fyrir því að taka það mál á dagskrá. Það er svar við fyrirspurn sem að íbúaráðið sendi frá sér og svarið barst bara núna, var það ekki bara núna mánudaginn? 22. Og varðar... Það er dagsett 22. Það hefur borist undir þetta. Já, þannig að með leyfi fundarins að óska eftir að fá að taka þetta á dagskrá. Er einhver á móti því? Nei, allir með því. Þá varðar erindi að ég er ekki með þannig að bleiðni hjá mér, þetta sjá þarna. Þetta var fyrirspurn varðandi ónæði í miðborg Reykjavíkur með hávaði í miðborginni. Þessi fyrirspurni var með hvað hægt eru samskipti lögreglu og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og kemur lögreglu upplýsingum kvartanir vegna hávaða til heilbrigðiseftirlitsins. Og svo hvað hafa mælar verið notaðir, hvað kom út mælingum og ef þú fer aðeins niður Heimir. Og eru dæmi að veitingastaðir hafi verið sviptir leyfi að þeir ekki fengið endurinn vegna ítrekara brota 4. greinar lögreglusamþykktar. Þessi svör voru okkar að berast núna, við vorum búin að, ég var búin að deila því með ráðinu þannig að þið voru búin að taka snúning á þessu en Benóný, ég ætla bara að gefa orðið til því með þetta þessa fyrirspurning komið frá íbúasamtökum miðborgar. Þannig að vilt þú kannski gera bara aðeins grein fyrir því og hvað þið fannst svörin? Það sem er nú dálítið lýsandi við þessi svör er það að það virðist ekki vera
mikið samráð með eftirlitsaðilum, lögreglu, heilbrigðiseftirliti og umsagnaraðilum borgarráði sem sé leyfisveitingar til staða. Það verður heldur ekki verið neins sko viðurlög að neinu viti sko við því að brjóta reglur eða valla ónæði eða þess áttar sko og engar svona skýrar verklagsreglur hvorki á milli þessar aðila né hvernig veitingamenn eiga að haga sér. Þannig að þið sé ekki að trufla sitt nær einhverju meira en nauðsynlegt er. Það er svona það sem maður svona les út úr þessu svöru sko. Og svo vildi ég gjarnan alltaf fá sko því skýrari svör sko hvað að hvaða staðir þetta voru, hvers vegna voru þessi staðir mældir, þú veist það hávaðamældir sem talað það eru 9 krár og skemmtistaðir og hvaða staðir þetta voru og hvers eðlis athugasemdirnar voru og hvort það hafa haft einhver áhrif sko. Þannig að það er náttúrulega afskaplega lítið gagn í því að vera að mæla hávaða, það kemur fram að það séu 4 staðir sem geta athugasemdir við sko. En gerðist eitthvað, breyttu staðirnir eitthvað sínu verklagi eða og svo framvegis sko. Þetta er svona kannski það sem að maður helst á vita. Og síðan er náttúrulega líka mikið af húsum hérna í miðbænum eru ekki gerð, skulum við segja, fyrir mjög háværa tónlist. Þetta er gjarnan mikið af þessum krám eru timburhús, eru óeinangruð, þau eru með steingjöllum sko, sem er líka óeinangraður og það er klöpp hérna aðstæður undir þannig að hljóðið leiðir mjög mikið sko. Og ég vildi gjarnan fá svona skýrari upplýsingar sko, hvaða kröfur eru gerðar til húsa sem fá að spila háværa tónlist til dæmis til 4:30 á morgnana helgar. Og maður náttúrulega gerir sér alveg grein fyrir því að við búum ekkert í einhverju svefnhverfi sko, þannig við höfum samt sama rétt og aðrir í aðrir íbúðir til þess að njóta, til þess að fá bara næði til svefns. Ég byrja á það. Takk. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls hér? Já, ég myndi vilja það. Mér finnst þetta mjög athyglisvert þessi yfirferð sem þú sendir okkur, það sem þú skoðar sko, hvað maður úrræðaleysið og hvað maður skort á frumkvæði og annað og það er einhvern veginn þegar svona kemur upp á sko, þá bara týnist það í kerfinu. Þannig að ég bara sko, ef með þínu leyfi þá myndi ég vilja keyra þetta, koma þessu máli áfram einhvern veginn inn í umhverfis- og heilbrigðisráð til allavega til skoðunar. Því að þetta kemur mér verulega óvart, þetta sé svona laust í reipunum og illa skilgreint hver á að sjá hvað og alveg endilega. Þetta gerði líka tilraun til þess að kæra stað fyrir brot á 4. greininni sem á að gefa fólki rétt á næturró sko, fyrir brot á lögreglusamþykkt og lögreglan fyrir að fyrst að neita að taka við kærunni. En tók síðan einhverja skýrslu, einhverja málamyndaskýrslu og ég ekki meira þetta. Og þarna er einhver lapsus í þessu, þannig að eins og fólk sé ekki að tala saman og það hefur engin verkfæri til þess að vinna þessi máli. Nei, það er vandamála, það er engin farvegur og þetta er bara svona leysist upp bara í ekki neitt þegar á að fara að taka á þessu. Jafnvel þó sé vilji fyrir að taka á þessu, þá bara er ekkert hægt að gera. Enginn veit hvað að gera. Nei. Má ég þá taka þetta bara eins og þetta stendur núna? Alveg endilega. Þetta er bara minnisblað frá þér og lagt fram að fundi og bara full ástæða til þess að skoða þetta lengra á öðrum vettvangi. Þetta er, stofnanir þurfa að tala saman. Við sjáum þetta miklu fleiri máli, við sjáum þetta líka eins og í sambandi við bíla sem eru skildir eftir að við vorum að ræða götusópanir og annað á þeim. Þetta úrræðaleysi sem er að há okkur, að geta ekki gripið inn í vandamál og leystu. En já, þá fylgjum við þessu eftir með áframhaldandi fyrirspurnum sem að snýr að ábyrgð á þessum málum og Benjamin, þú varst búin að senda okkur fylgiskjal sem fer þá með fundargerð. Já, ég þarf að fá fyrirspurn og gögnum
Já, Benóný, geturðu sent þetta á netfangið hans Heimis? Já, fekkaði þetta ekki. Skal gera það. En síðan eitt, sko, mér finnst líka, þú veist, að eigi þá að fara, þú veist, afrita á sýslumann og að allir þessir aðilar fái þessar fyrirspurnir líka, sko. Þannig að, það virðist sko vera, þú veist, að heilbrigðiseftirlitið hafi ekki. Af vissan hátt þá geta þeir gripið inn í, að annan hátt ekki, þú veist, og leyfið líkur hjá sýslumanni. Við vitum ekkert, sko, hvernig hann vinnur þessar umsóknir og leyfisveitingar og annað slíkt, sko, þannig að ég vil alveg endilega fá svör frá honum líka. Já. Ég held að það sé vel til fundu og þess vegna fannst mér svo mikilvægt að þetta færi inn í heilbrigðiseftirlitið og heilbrigðisráð og umhverfisráð sem að gæti mig tekið og það væri vettvangurinn til þess að koma þessu út og kalla til svörum og einhverju umræðu hvort það væri ekki eðlilegt að þetta væri í einhverju skilvirkari farvegi heldur en þarna er lýst. Er eitthvað sem þú vilt bæta við erindi frá Benóný, Örn? Bæta við? Bæta við athugasemdirnar sem kom frá Benóný? Nei, alls ekki. Nei. Þetta er bara eitthvað bara mér list. Mér fannst þetta svo, fannst þetta svo athyglisvert þetta, sko, ég gerði mig sjálfur ekki grein fyrir því hvað þetta væri flókið mál. Jafnvel þó, sko, maður hafi verið í litlu samfélagi þar sem þetta var nánast, sko, í sama húsinu, sömu byggingunni, sko, allt þetta. En hérna er þetta náttúrulega ekkert svona. Þetta er út allt og þessar stofnanir ekkert að tala saman, sko. Og það sem að kemur eitt stað, það fer ekkert automatist yfir annar stað, það sem er að grípa til ráðstafana. Og þetta er auðvitað vandamál, sko. Þetta er kannski vinnavandamál, það sem allt í sömu byggingunni eins og við út á landi. En hér í borginni og höfuðborginni er þetta stórt og vont að þetta skuli bara verslast upp. Og ég held til dæmis eins og að heilbrigðiseftirlit myndi fagna þessum athugasemdum og ábendingum til þess að keyra málin áfram, hvernig þau að bregðast og hvernig þau geta keyrt málin áfram, því að þau hafa auðvitað jafn mikinn áhuga á því að hlutirnir séu í lagi eins og við íbúarnir, sko. Já. Einhverjum fleiri sem vilja taka til máls? Nú er ég hægt að sjá ykkur í mynd, þannig að ég ætla að skoða hvort einhverju er búinn. Nei. Svo það sé á hreinu er ætturinn að ráðið sameinast fyrirspurn þetta mál sem ég vona að það fá Benóný og ætlar Örn þá væntanlega líka taka þetta mál upp í fagráði? Hvernig? Já, sko, við getum gert það sem er ennþá sterkara kannski. Það er bara að íbúaráðið vísa þessu inn í fagráð, bara hreint út sagt, heitir það umhverfis og skipulag, hvað sagði hann? Hún Líf er formaður og Bjössi og Egill eru þarna, ég bara man ekki nákvæmlega hvað ráðið heitir, hvað sagði ég? Ekki umhverfis og skipulagsráð. Umhverfis og heilbrigðisráð, þarna kom það, Diljá man þetta. Ertu í ráðinu, Diljá? Það getur alveg hún sé það, en sko, best er náttúrulega ef íbúaráð gæti sameinast það að taka undir þessar spurningar og ábendingar og jafnframt að vísa þessu áfram inn í umhverfis- og heilbrigðisráð til skoðunar. Það verður náttúrulega langt besta nestunin heldur en að ég sé að koma þessu eftir mínu leiðum, sko. Og ég held ekki að það verður miklu sterkara að það kemi frá meirihlutanum og minnihlutanum og öllum bara og íbúðum. Þannig að ég myndi fagna því að þetta færi þá leið. Ég líst það, Heimir. Takk fyrir þá ábendingu. Já, það er bara góð hugmynd að senda þetta til umhverfis- og heilbrigðisráðs. Ég styð það. Eru fleiri sem að vilja þessi máls hér? Ég styð þetta líka. Já. Bara að sé á hreinu. Af því að nú bara svona formlega séð, þá Jóhann Björnsson sendi erindin á netfang, eða til íbúðaráðsins í gegnum netfangi okkar. Jóhann Björnsson sendi erindi Skaftárhlíðina og tekið það upp núna þegar hann er að spyrja út í liðin eða á ég að taka það upp undir síðasta lið, svona formulega séð. Það skiptir ekki öllu máli. Þá bara ætla ég að segja ykkur að við vorum íbúðaráðið fætt póst núna og Jóhann segir: ég fylgdist með fyrirtöku erindisins og fundinum og niðurstaðan var að mér skildist svo að senda tilraunir til umsagnar hjá umhverfis- og skipulagssviði með athugasemdum að íbúðaráðið ekki stöðva tilraun og viljum sér skoðum andlega. Þetta kynni ég vel að mynda. Og hann vil spyrja tvennt.
hvernig hann sjálfur getur fylgt þessu sem best eftir, hvar geti fylgst með fyrirtöku málsins á umhverfis- og skipulagssviði. Það ein spurningin og hin spurningin einhver frekari gögn sem ég get safnað til að styðja við tillöguna. Það til dæmis venja að safna undirskriftum umsóknum frá fleira fólki í hverfinu. Og ég myndi, svo sannarlega ekki sérfræðingur í þessum málum, en ég held að bara með því að fylgjast með fundum hjá umhverfis- og skipulags, þetta verði hjá umhverfis- og skipulagssviði ekki ráði, þannig að þá í rauninni það bara fyrst þegar kemur aftur til okkar. Ég mun láta þið vita, Jóhann, þegar þetta kemur til okkar svarið, að þá held ég að með það í höndunum þá sé best að taka næstu skref. Ég held að sé ekki þörf á þessu stigi málsins að vera að safna undirskriftum til þess að styðja við tillöguna, heldur fáum við þá bara fagfólk til þess að rýna það sem hefur þekkingu til þess og getum þá brugðist við því þegar svarið kemur. Einhver kannski annar með svör á reiðum höndum með þessum spurningum, Jóhanns? Það kannski sniðugt bara að benda á það. Það auðvitað sniðugt að fá undirskriftir bara upp á að sjá hvort að aðrir íbúar í hverfinu eða í götunni réttara sagt hafi sömu skoðun á hann. Þegar við verðum eiginlega kannski að vita hversu margir íbúar vilja að akstursstefnu sé breytt. Það spurning hvort að það tímapunkturinn fyrir það sé núna. Ég myndi halda það. Af því að annars getur maður lent í vesinni ef það verið að fara með þetta lengra og svo þetta kannski bara 2 íbúar sem vilja að akstursstefnu sé breytt en allir hinir íbúarnir vilja það ekki. Ég held að það sé góð hugmynd að fá meirihluta íbúa til að skrifa undir. Já, hvað segir þið? Ég er svo sammála því að auðvitað styrkir það öll mála að því fleiri sem eru á baku því betra. Það er svo mikið algilt, við þekkjum dæmi það svo sé ekki. En ég þekki það þessum fundi. En við vorum aðeins að tala um mál á þessum toga í dag og mér finnst bara þetta mál ætti kannski að vera bara svona eitthvað prófmál í hvernig uskið tekur á þessu. Og eins og við ræddum fundi stýrihópsins að samskipti við hagsvið og sérstaklega uskið að sjá hvernig þetta að bæta þau annað. Og það verður bara fínt að fara með þetta mál og heimur að nota þetta svolítið til þess að vera leiðbeinandi innimitt hvernig þetta kemur, svona erindi kemur frá íbúa. Það snertir hverfi okkar, það kemur inn í íbúaráð, það heyrir undir skipulagsráð og svo þetta líka lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og fleiri sem koma að umferðarmálum. Þannig að mér finnst það bara að vera frábært prófmál til þess að keyra í gegnum kerfið og sjá hvernig viðbrögðin verða og auðvitað vitum við það alveg, þetta gerist ekki þetta í nóttu. En það er samt engin ástæða til þess að vera að draga þetta langinn og þetta er svo skýrt og tært mál og til dæmis bara eins og þetta að fá þeirra sjónarmið hvort það sé betra að það fylgir þessu fleiri undirskriftir eða hvort að þeir vilji kalla eftir því seinna eða kalla eftir einhvers konar grenndarkynningu til þess að fá. Og þannig að mér finnst bara frábært að við getum notað þetta mál sem prófmál í það sem við vorum að ræða á fundunum í dag, Heimir. Ef þú treystir þér til þess og ég vona að við séum ekki að fara með þetta brekið offósi fram í miðborgarlíðum eða að nota þetta sem svona, til þess að vera svona leiðbeinandi inn í framtíðina hvernig þessu samskiptum eigi að vera háttað á milli íbúa, í gegnum íbúaráðin, inn í fagsviðin og þar sé málið tekið til afgreiðslu með einhverjum hætti og kom einhver úrlausn, komið svo tilbaka til íbúana annaðhvort með því að breyta akstursstefnu eða fylgja rökstuðningur að það sé ekki hægt. Skiljið hvað við, að þetta sé bara afmarkað í nákvæmlega í þetta, skoða þetta ferli. Ég skil nákvæmlega hvað átt við og sambærileg erindi hafa verið send umhverfis- og skipulagssviði til umsagnar og það hafi fengið svör og það hefur bara gengið hreint ágætlega, ekki tvít í fyrirstöð, en svo náttúrulega þessi sjónarmið sem togast á hvora leiðina á að fara á íbúaráð að taka svona mál upp á sína arma og vísa erindum til umhverfis- og skipulagssviðs eða á viðkomandi erindi heima hugsanlega á ábendingavef. Það eru svona sjónarmið sem togast þar á, en
og það er náttúrulega ykkar og formanns og ykkar að vega og meta. Já, sko, já, að þið náttúrulega voruð ekki á þessum fundi stýrihópsins í dag, en hérna Heimir var og við tókum mjög grundigt þessa umræðu, það var megin viðfangsefni fundarins í dag og við erum að reyna að liðka þennan farveg, sko, og ég hef bara sagt að segja, ég veit ekki nákvæmlega hvað er skynsamlegt að gera, þess vegna myndi ég vilja kannski bara fá einhverja hérna svona smá leiðbeiningar. Sko, ég get alveg tekið undir þessar ábendingar og sko, í fyrsta kasti þá finnst mér þetta bara að vera mjög skynsamlegt og ábyrgt að benda á þetta og vilja fá þessu breytt. En síðan koma alls konar önnur sjónarmið sem ég þekki ekki neitt eða reglur eða atriði sem ég kem sjálfur ekki auga á og heldur kannski ekki í íbúar sem búið á götuna en þurfa þá að fá upplýsingar þegar það kemur fram. En sko, já, hvort að við erum að taka við þessu og senda þetta áfram eða hvort að við erum að fara, ég bara, já, hvað finnst ykkur? Þið getið að skoðanar íbúðaráðum eins og við í stýrihópnum. Við erum ekkert einu það með að skoðanar á því. Já, mér finnst mikilvægt að íbúðaráðum séu farvegur fyrir ábendingar íbúa sitt nærumhverfi, alveg absolutt. Og það er alveg hægt að nýta sér bæði borgarlandi eða fólk þekki það ekki inn á reykjavík.is fyrir ýmsar ábendingar, þú veist, maður getur, ég segi bara sem dæmi, nýlegt dæmi, þá var ég út á Róló og þar var ákveðin hluti sem þurfti að laga, ég get tekið mynd, senda beint inn í kerfið og svo fylgi ég því eftir með málanúmeri alveg þar til að málið, þú veist, það er búið að laga það sem ég var að benda á, skilji. Þannig að auðvitað eru mál ólíks eðlis og ólík að stærð. Hvað var þetta ákveðna mál, þá held ég að það sé alveg gagnlegt að fá fagfólk til þess að rýna það áður en við í rauninni bregðumst við. Við erum ekki að senda þetta erindi frá okkur og segja við viljum að þetta sé gert. Þetta er það rétt í stöðinni. Við erum að fá fagfólk til þess að rýna þessa tillögu og gefa okkur síðan endurgjöf á það hvort að þetta sé skynsamlegt eður ei og þá getum við í rauninni finnst með þegar við erum með þær forsendur hugsa hvað við viljum að sé næsta skref þá. En alveg eins og segir, þú veist, þá liggur þetta ekki alveg skýrt fyrir hvernig svona mál er í ferli hjá íbúðaráði. Þannig að við erum bara svolítið að taka einmitt skrefin með þessum málum sem við erum að fá til okkar, sem ég finnst bara jákvætt og gagnlegt. Einhverju fleiri sem að vilja taka til máls? Kristín, já, varðandi spurningar hans, þú veist, ég myndi ekkert endilega segja að það væri tímapunkturinn bara út frá minni reynslu væri núna til þess að fara að setja rosalega orku í það að safna undirskriftum áður en að það er komin einhver endurgjöf á hugmyndina svona bara út frá fagfólki. Þú veist, það er mín skoðun, en ég skil alveg hvaðan þú kemur líka, Kristín, að það getur vel verið að sé mikið bara ágreiningur akkurat þessa hugmynd, en þá kæmi það fram í rauninni á seinni skrefum í málinu. Þá er kannski búið að taka ákvörðun það og svo eru íbúarnir sem að búa við götuna kannski mjög ósáttir við það. Það er kannski það sem ég var að því að það er kannski, þetta eru auðvitað bara ein gata sem En kannski væri það, við erum ekki að senda þetta frá okkur til þess að leggja þetta til, við erum bara að fá umsögn. Já, ég hef skoðað þetta aðeins, ég var bara aðeins að hafa áhyggjur af því aðkomu slökkviliðsbíla ef á að keyra úr hinni áttinni. Af því að það er mjög þröng gata og erfið beygja, þannig að sko, það þarf að hafa lögregluna í liði ef að þá fara að breyta akstursstefnunni. Bæði þá slökkviliðsbíla og sjúkrabíla, af því að úr hinni áttinni er hægt að koma báðum áttum, en þeir eru auðvitað öðruvísi ef það breytt akstursstefnunni. Já, einmitt. Og þetta er væntanlega punktur sem að væri ávarpaður í umsögn. Þar sem hann kæmi væntanlega skýrt fram. En svo maður hugsa líka, sko, bara varðandi formið, eins og maður tala form á svona erindum, að því fólk getur haft mjög ólíkar hugmyndir forgangsröðun í sínu hverfi og áherslur í sínu hverfi. Einhver getur vilja leggja áherslu á
að það sé fjölgun bílastæði og annar vill fækka, þannig að það bara svona klassískt dæmi sem við sjáum gjarnan koma upp. Og mögulega alveg eins og í Betri Reykjavík, þá sendir fólk inn hugmynd að einhverjum breytingum og svo það stigafjöldinn sem bakkar það upp eða dregur það niður, skiljiði. Þannig þar erum við með þriðja-formi, við erum með ábendingavefinn, við erum með íbúðaráðið og svo erum við með Betri Reykjavík. Þannig að þetta svona að einhverju leyti skarast þetta allt. En já, en gjörðu svo vel að þið viljið bæta einhverju við. Já, sko, það sem við erum náttúrulega kalla eftir, við erum að kalla eftir því að sérfræðingar, hvort sem þeirra borgarkerfinu í samgöngumálum eða umferðaröryggismálum eða lögreglu eða slökkvilið eitthvað svoleiðis, að þeir rýni þessa hugmynd, sko, hvort hún sé í rauninni hæg til frekari vinnslu. Og sko ég sem stjórnmálamaður í íbúðaráði, ég treysti mér ekki til þess að sko taka ákvörðun af eða á í svona, þess vegna er að segja að þetta þarf svolítið að fara inn í og þetta er að koma tilbaka til okkar þegar við erum búin að fá fullviss það að svona tillaga getur alveg gengið upp og þá myndi ég vilja að lægi fyrir breiður vilji íbúana þarna í nærumhverfinu og ég myndi vilja lega fleirum að hafa skoðun á þessu því að við meðum ekki gleyma því að það eru fullt af öðru fólki sem fer hverfi okkar heldur bara það sem býr hérna. Það skiljið hvað við vísum bara, málunum bara vísa til skoðunar hjá Öskinu, þeir kalla til þeim upplýsingum sem þeir telja nauðsynlegar og við viljum síðan fá málið tilbaka aftur með einhverjum umsögn eða rýndar þær niðurstöður og þá fyrst getum við farið að taka afstöðu til málsins hvort að við viljum skoða það inn í hóp íbúa. Þannig að já, ég held að það sé langt skynsamlegast. Já, ég legg bara til að við höldum okkur við fyrir afgreiðslu að senda til umsagnar og tökum þetta svo aftur upp á fundi þegar við fengið svar. Gætum við látið að fylgja með að það mætti hraða því að þetta myndi ekki dragast óhóflega eða það er að fá lögregluna á slökkvilið og fleira aðeila þá getur þetta tekið alveg óbúrslan tíma. Við hefum alltaf hvað ég er að meina, þetta má ekki dragast fram úr öllu fólki. Ég tek fram í öllum bréfum að óskar eftir svari með 3 vikna. Frábært. Það er gott. Viltu spyrja ég hvort að Diljá væri, hvað varst að segja Diljá? Erst þú í ráðinu? Þetta var bara smá misskilningur inn á tjattinu. Margrét skildi ekki alveg hvað, þetta var frá mér, ég var að útskýra það. Ég er í rauninni að þarna áðan að tala við ykkur bara á tjattinu og þú að tala í vídeóinu, þannig að... Diljá, þetta kom mér ekkert óvart, en við erum alltaf ósammála. Bara nei. Nei. Það er í ráðinu, umhverfis og heilbrigðis. Já, ég verð að segja að minnst þetta bara gengi býsna vel með að vera okkar fyrsta tilraun í svona fjarfundi. Þannig að það er bara mjög ánægjulegt. Þá er komið að næsta lið sem málefni hverfisins sem lið 13 og þetta fastur liður á fundardagskrá og hugsaður að það fundirnir eru náttúrulega opnir og oft gestir á fundinum sem mögulega eru með einhver mál sem brenna á þeim eða spurningar eða eitthvað slíkt. Þannig að undir þessum lið þá má taka upp, þá er hægt að taka til umræðu einhver mál sem fólk kann að hafa íbúar og við vorum með þann möguleika að fólk gæti sent inn erindi á tölvupósti ef það væri og það er við erum búin að taka tala fyrirspurnir hans Jóhanns Björnssonar sem hann sendi núna meðan fundinum stóð. Þannig að það eru ekki frekari erindi frá íbúum sem liggja fyrir og áður en að ég lýk þessum streymisfundi, þessum opna hluti fundarins, þá langar mig bara að bjóða ykkur ef það er eitthvað sem að þið viljið bæta við. Ég vil kannski bara segja að mér finnst þessi liður vera mjög gagnlegur og gefa bara miklu meira tækifæri til þess að við séum í beinu samskiptum við íbúa
og ég sé fyrir mér að einhvern tímann ljúki þessu ástandi með fjarfundina. Ég held að ég og Diljá erum með hundliðar og við verum að hittast í eigin persónu og kannski með einhverju fundugestum. Sko það er svolítið gott að geta þá boðið upp á það með þetta að fólk á tækifæri eða hefur tækifæri til þess að koma með eitthvað eins og maður segir almenna umræðu. Ég segi ekki óundirbúnar fyrirspurnir en slíkt, heldur bara það sem verður að taka eitthvað samtal og hugsanlega vinna eitthvað út úr því og það er bara frábært að hafa þennan farveg, að það sé hægt í staðinn fyrir það að íbúar eigi að senda inn fyrirfram eftir einhverjum ákveðnum farvegu eða einhverjum leiðum og síðan að sjá til hvort það komast á dagskrá. Nei, bara endilega koma á fundinn, segja það sem ykkur finnst, segja bara hvað hverfin okkar séu bara æðisleg og allt lítur vel út fyrir sumarið, svona miðað við allt og allt, að frábært veður og allt bara að grenka. Svona umræðu sem ég vil fá og líka það sem ég má bæta, en frábært að hafa þennan lið á dagskrá. Takk með því. Til að á kannski fyrir næsta fund, sko, hvaða við gerðum í janúar, gerðum við lista hvað mætti bæta lýsingu í hverfunum. Ég gerir ráð fyrir að það er farið til Orkuveitunar þá og það verður gaman að vita í hvaða farvegi það er, sko. Ég veit allavega að lýsingin á Arnarhóli hefur ekkert breyst, sko, það sem hratt kannski dálítið þessari skriðu af stað. En það væri gaman að fá að vita hvað hefur verið gert og hvað stendur til að gera. Já, við höfum sendt inn ítrekkun á þessari fyrirspurn okkar og Heimir bara... Það berast vonandi svör á næstu dögum. Ég er búinn að ýta eftir þessu. En fyrir ekki byrjun, eru þá ekki að tala að þú ert að kalla þetta bættri lýsingu, það sé meira ljósmagn eða... Þetta er yfirliti sem við sendum frá okkur. Þetta var fyrirspurn? Það sem ég er að menna, skiljum, við erum að tala sko, að því það er tvennt í gangi, sko. Það er verið náttúrulega sko, breyta ljósum, við erum að vera að leddvæða með nýjum lömpum. Þetta er spurning bætta lýsingu. Hvað sér við? Bætta lýsingu. Já, ég segi það, ég meina það, já. Það voru ábendingar sem við fengum frá íbúðum í hverfunum. Þetta er svona dæmi akkurat eins og þú varst að nefna áðan með hávaeftirlitið. Ég var að viðurkenna það, ég bara man ekki nákvæmlega. Ég held að sé þannig að sko, við borgin eigi staurana en Orkuveitan eigi lagnirnar og rafmagnið sem fer í það. Þannig að þetta er gríðarlega flókið. Ég hef hort á menn koma inn í götu til mín á lyftibíl og þeir fóru og skrifuðu einhverja skýrslu og fóru síðan niður aftur og keyrðu í burtu og gerðu ekki við staurinn og það var ekki að þeirra verksvið, þeir voru bara að gera skýrslu. Það var aðrir sem ætti að koma og skipta ber og laga. Þannig að þetta er eins og víða í kerfinu tiltölulega flókið og tefur fyrir það sé ekki að gera þetta allt í einni ferð. En þetta er fín fyrirspurn og einmitt að fá að hún sé bætt og hún sé svona umhverfisvænni, hún sé betri fyrir bara fólk, hún sé ekki eins sterk og erfið íþyngjandi eins og hún er í dag. Þannig að þetta er alltaf fannst til betri var. Og við erum held ég búin að setja 3 milljarða í nýja ljósapurur. Það er svo komið fram. Já, við 3 milljarða í ljósapurur. Máli eftir, vonast eftir að fá svar fljótlega. Mér langar þá í lokin að bara fara yfir það að sérstaklega fyrir ykkur sem eru að fylgjast með fundinum að endilega sendið okkur erindi frá ykkur, hvað sem það er í tölvupósti, það er líka alltaf að senda Messenger. Þið hvetið ykkur til að læka íbúaráðið, íbúaráð Miðborgar og Hlíða á Facebook. Þar setjum við inn alltaf dagskrá fundar og minnum á málefni sem tengjast hverfinu. Þannig að endilega smelliði like þar á og ekki hika við að senda okkur erindi ykkar, hvort sem það er á tölvupóst íbúaráðsins eða til einstakra aðila í ráðinu, tegja ykkur til ykkar. Síðan langar mig að nefna Sumarborgina. Þar erum við með 4,1 milljón sem við úthlutum í styrki til verkefna í Miðborg og Hlíðum og styrkirnir geta verið allt frá 50.000 upp í 500.000. Þannig að mér langar bara eindregið að hvetja ykkur til þess að sækjum og deila með fólki sem
þið vitið til að hafi sniðugar hugmyndir og heyri krökkunum hvað þeim finnst, hvað þau langar til þess að sjá gerast í hverfinu sem sumar. Þannig að maður gæti bara ítreka það svona í lokin. En annars bara þakka ég fyrir góðan fund hjá okkur íbúaráðinu. Þessum opna hluta er þá lokið og streyminu lokið, en við munum halda áfram með lokaða hluta fundar sem að fara yfir styrkumsóknir til ráðsins. Og það eru, bara svo ég segi það líka, það eru styrkumsóknir í sjóð íbúaráðsins sem að nemur 2,6 milljónum á þessu ári. Og við veitum styrk úr þessum sjóði allt árið kring. Þannig að það er alltaf hægt að senda okkur umsókn og við tökum yfirleitt alltaf á hverjum einasta fundi fyrir að það liggja fyrir einhverjar umsóknir. Þannig að þið megið endilega miðla því til þeirra sem að gætu haft nota því og langa til að sækja fyrir verkefni, hvað sem það er skólarnir eða inn í hverfum, hvað sem er. En þá þakka ykkur bara kærlega fyrir áheyrnina og vonast til þess að fá mörg góð erindi frá okkur. Takk fyrir.